Sælveriði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Ég var hér. Í dag ætla ég að nýta flugu sem heitir Tanna og eftir meistara Jón Sigurðsson. Þetta er svolítið sérstök fluga en önglarnir sem við erum að nota í þetta eru sem sé Arex NS 118 nr. 6, 4 eða 6. Jón nýtti þetta mikið á nr. 2, en það sem við byrjum á að gera, það er að setja hann að hita rafvirkja herpi hólk utan búkinn á flugunni. Kveikja á kveikjarættum fyrir neðan, passa að kveiki ekki í því samt. Og bræða þessi hita hólkinn þannig að hann herpist saman utan legginn. Og ástæðan fyrir þessu er svo að hann vildi hafa fluguna létta. Óvenjulega því sem kannski við eigum að venjast úr straumfluguveiði í dag, en uppskriftin af flugunni er svona. Svo næstu hólkur sem kemur yfir þennan, hann verður styttir, hann verður svona cirka þetta langur. Og svo kemur einn hólkur að lokum yfir þessa 2 og þetta er gert til þess að það sé svona strúktúr á búknum. Þessa rafmagnshólka, heita hólka fáið út í bara byggingavöruverslun. Svona ekki mikið af veiðibúðum að séu með þetta, af því að þetta er kannski ekki beint nýtingar efni. Sjá, en þetta held ég að við fengið þennan út í verkfæralager og svo er þetta til í ýmsum stærðum. Þá eru þessi síðasti cirka þetta langur. Þannig að komin strúktúr á búkinn. Svo þurfum við að binda þetta niður betur með tvinnanum til að festa þetta alveg örugglega. Þetta er volgt, þetta er ekki sjóðheitt, en þetta er velgægið sem þá. Og af hverju hann vildi hafa fluguna létta? Jú, það er ein ástæða fyrir því. Sú ástæða er að hann vildi geta kastað þessu sem sé að hann sé að brjóta stangatoppinn. Og hann prófaði þess að flugu upphaflega með því að vera með ull undir búkinn á hann, en það gafst ekki betur en svo að það var alltof þungt. Þannig að hún er léttari, miklu léttari svona. Við erum að nota UTC 140 denier Ultra í þetta. Má nota Uni 6.0 líka. Kemur út á það sama. Þannig að við byrjum að festa hólkinn hérna niður. Og þetta er dálítið föndur þessi fluga. Þið ættir að sjá það. Spurningum hvort við séum ekki með þetta full aftarlega. Það tróði þessi hérna framar. Svona, af því að það kemur bunki af fjöðurum hérna aftan á rassinn á henni. Og það fyrsta sem við gerum er það að við setjum, sem sé, notum marabú í skottið á þessari flugu og nú kannski ráða að zooma okkur bara út af því að þannig sjá hvað hann er að gera. Og Jón notaði bara samkvæmt uppskrift þegar bara heil fjöður í skottið á henni. Þá tökum við þessa heilu fjöður svona og bindum þetta niður cirka hérna. Og svo þetta ljósari litin og undan. Svo ætla að sé allt þetta bókinni hjá meistara Jóni. Og svo klippist þessi fjöður segi bara hérna í burtu. Svona, og við sjáum að þetta er fluga í fullum skrúða og gott betur en það. Svo kemur svartur litur ofan á þetta. Það þarf ekki að nota alveg alla fjöruna, þið getið klippt fjöruna í
sundur, þannig notið sem sé endan á henni, sín ykkur hérna og klippiði stilkin hérna á henni fyrir miðju. Svo nýtist hún sem sé að verða að nota þessa hluta í eitthvað annað. Þá kemur sem sé þessi fjöður hérna ofan á. Þannig að það sé svona litskipting, getur notið hvíta í staðinn fyrir gulu. Og þetta þarf að nýtast alveg fast niður og svo kemur á þetta lím og allar græður og eftir til þess að halda þessu. En tannan var upphaflega hönnuð fyrir Laxá í Suðurþing þegar Jón var þar við veiðar með meðal annars Jóni Pedersen og Jósef Blöndal lækni. Þessi fluga var í miklu metum hjá Jóni og hann á margar svona Matuka flugur. Og þá sem sé skottið komið á tönnuna. Við ætlum að vera með á þessari tönnu sem sé gullbúk eða silfur, skiptir ekki máli, það má vera perlu líka. Og svo erum við með vír, eins og koparvír eða silfurvír. Bara eitthvað vír sem nógu sterkur til þess að í rauninni halda hérna til þess að fara í Matuka-vænginn og eftir. Vírinn festist hérna niður svona. Og þið sjáu þetta dálítið mikið bálk og svo í Matuka-vænginn þá erum við að nota hann hannafjæðrir. Nú nota hann fjólublátt í þetta bara svona gamni mínu. En það eiga svona öllu jöfnu að vera eitthvað skonar eða svart grisli eða dökkt. Ég ætla að nota gulan grisli, þær eru bara svo litlar, það eru svo lítið efni þannig við notum ekki þetta skipti. Og þær þurfa að vera svona frekar aftarlega af nakkanum eða sem við veljið, þannig að það sé dálítið efnismiklar fjarir. Þannig að það passi hérna ofan á, sjáu þið. Bæði þannig að það passi hérna ofan á og svo þannig að þetta sé mýkra þetta efni sem er hérna, kemur þetta ofan á eftir. En þá okkur bara ekkert að vanbúnaði, heldur en að láta vaða í búkinn á flugunni. Við erum að nota Mylar Piping, gullita. Sjá, við notum hérna, hann er styttri. Og Mylar Piping er þannig efni að það þarf að klippa þessi endi reittur hérna. Klippa henni burtu, hendum honum. Svo þurfum við að sirka út lengdina á efninu, svona. Klippa það sem sé hérna. Það vant að klippa á stutt og svo er Mylar Piping efnið dálítið misjafnt eftir framleiðanda. Sumir eru með þetta þannig að þetta raknar allt upp strax og snertir það. Svo næst bara þetta bara eins og þetta bara solid. En inn í efninu yfirleitt eitthvað svona kord eða band eða nælon eða einhverju þræðir. Tökum það út úr og þá hólkurinn, Mylar-hólkurinn sem sé tómur á innan. Svo kemur þetta hérna yfir búkinn á flugunni og við skellum þessu hérna svona. Svo kemur tvinnin yfir þetta. Og svo kemur á þetta, þessi koma á þessar fjæðrir hérna, tvær sem eru uggin á sílinu. Og ég er búinn að reita þannig að sem sé, hún verður cirka svona og svo hinn fjöðurinn verður á móti, þannig að þegar þær eru svona samansettar þá eru þessi glansandi hliðin snýr út á fjöðurinni báðum megin. Dillum þessu með 2 snúningum, sökum við fjöðurinn á móti. Ég veit, þetta er dálítil vinna, en hvað leggjum við ekki á okkur fyrir fallegar flugur? Þessi fluga veiðir, trúið mér, þó að kannski hljóma ekki vel þá var Jón mikið að nýta þetta í stærð númer
2 og jafnvel 1. Og Jón var dálítið hrifinn af stórum flugum og sagði oft sko það er bara go big or go home sko, það er bara ekkert sem heitir þar á milli. Ég er ekki að segja þessi fluga sig úrelt, alls ekki, en svo tækni sem menn að nota í dag meira orðið þannig að það styttri krókur og hann þessi öngulgapi á krókunum á þessum stóru strímurum með framar og svo eru kannski 2 krókar, þessi trailer eða slíkt. En við erum búinir sem sé að festa þessari fjöður hérna niður, svona, þegar við séum ánægð. Og þá koma þessir 2 bara hérna aftur á bak og þá þurfum við að gera hnút hérna aftan að þetta þannig, við klippum bara þessar 2 fanir í burtu. En þá komin tíma á hnút hérna aftan. Og þegar við gerum hnútinn aftan á fluguna þá erum við að passa okkur á einu. Þegar við bregðum hnútum hérna yfir þetta, það verður að gera það varlega að þetta rakni ekki allt upp. Þess vegna hef ég þetta aðeins sem sé meira efni heldur en maður kannski í raunverulega þyrfti. Svo lökkum við yfir þennan hnút á eftir, svona, og núna 3-faldur. En þá lökkum við yfir þetta eftir, svona. Klippum þessar fanir hérna sem að þvæla sér fyrir okkur. Allt sem fyrir okkur, það ríða því við vegi. Fyrir hausinn á fluguna, aftur á móti, þá ég að fara að nota 8-0. Ég vil hafa smá pláss. Þeim sé og það mest á átökinur hérna aftan. Þá þurfum við að finna hausinn á flugunni hérna, hann hér. Og þá bregðum við tvinnanum bara utan þetta sjáið, svona. Þetta góðum málum með þarna. Og þá festum við tvinnanum hérna niður. Og þannig við fast, nú getum við zoomað aðeins inn á þetta, þannig að séum hvað erum að gera hérna. Þannig að við reytum bara þetta upp, þetta við fast hérna aftan á hnútnum. Þannig að við kannski færum hérna myndavélina aðeins. Og svo klippum við bara í burtu þessa anga af mílarnum. Þannig að klippa ekki tvinnan í sundursvamt, svona. Og svo fer afgangurinn af þessu undir undir tvinnan. Það er samt alltaf að stytta þetta alveg svona eins mikið og hægt er. Allavega þannig að þetta sé ekki fyrir auganu á önglunum. Það er mjög mikilvægt að við séum ekki að vera fyrir því. Þá festum við þetta niður hérna. Og núna koma fjaðrirnar sem í rauninni á ugginn á sílinu og af því þetta er matúkavengur þá alltaf að bleita fjaðrirnar hérna bara með munnvatni. Þá leggst þetta allt svona aftur. Svo þurfum við að finna gat á vanginn hérna til þess að festa niður að framann. Svona. Þannig að ég þurfum að splitta fjöruna hérna. Þetta eru 2-3 snúningar sem við fáum á hana hérna. Svo þegar við klippum hana, þá klippum við hérna aðeins fyrir ofan sjáði. Þannig að þessi smá stubbur hérna niður til þess að binda niður. Þannig að við séum ekki með hana alveg á tæpast á aði. Og þá verður vængurinn sem sé svona. Og það sem við gerum svo við fluguna á eftir, við getum gert það núna, það er að taka þessar fjaðrir hérna og klippa þær hérna í burtu því þær eru í rauninni fyrir litnum á skottinu og drepa niður hreyfingun á marabúinu í skottinu.
Þannig að þá flugan orðin í rauninni svona. Þá það sem við eigum eftir, það sem sé að skella vírnum í gegnum þetta. Og við þurfum að fara með hann hérna. Og við þurfum að búa til svona gött fyrir vírin hérna í gegn. Í dag væri sennilega með við nútíma svona nýtingar væri sennilega kemur alveg til álita að nota í þessa flugu bara kanínu í vanginn. En við erum að nýta hana náttúrulega orginal núna. En ég hugsa að kanína geti gengið líka. Málið bara það að þegar þessi fluga hönnu þá kanína í songervæng var eitthvað sem ég ekki að segja að það hafi ekki þekkst, en það var allavega ekki komið hingað til lands mikið þegar Jón að veiða aðaldalinn og að nota þessa flugu þar í stóran urriða. Þá vírin kominn hérna og bara helikopteri við restina af honum í burtu, svona. Og þá þetta skrýmsli bara nánast komið. Það snýrta þetta hérna til, taka fanir hérna í burtu sem eru. Upphaflega var flugan nýtt svona, en það má setja í hana glimmer í skottið á hennu og slíkt. Það alltaf leið. Ég bara hana eftir bara hvað mönnum finnst. Kannski veiðilegri fyrir eitthvað þannig. En svo þessi fluga þannig að það eru máluð á hana augu. Og það var náttúrulega bara á þeim tíma sem Jón var að nýta það voru náttúrulega komið kannski einhver plastaugu en það var ekki eins mikið þau í dag. Og til þess að einmitt hafa plattform fyrir augun þá þarf hausinn á flugunni að vera dálítið bulky, dálítið stór. Þannig að við ætlum að byggja hann dálítið vel hérna upp og skella á þetta hérna augum. Þetta sem sé gulltanna, þessa tönnu má finna í bókinni hérna Veiðiflugur Íslands til dæmis. Og nú bara að sýna ykkur perlutönnu sem ég með hérna, orginal nýtt eftir meistarann. Hún hérna við hliðina, við ætlum bara að sýna ykkur hana. Zoom þetta hérna aðeins út á meðan. Hún í fullri stærð og perlutannan hjá Jóni lítur einmitt svona út. Það var hann með grisli í sem sé vanginn og hann leyfir fjörunum að halda sér hérna. Þessi grisli fjörunum alveg aftur en svo sagði hann mér sjálfur að hann væri farin að bara taka þær í burtu þannig að skotti væri lausara. Perlutannan svona sjáðu í fullri stærð. Bregðum við á þetta lakki hérna. Svo þurfum við að muna eitt, við þurfum að lakka hnútinn hérna aftan. Við höfum ekki gleyma honum, af því að hann í rauninni bara ólakkaður og laus. Við þurfum að skella á hann einnig fyrir að lakki. Það væri gaman að sjá hvernig ykkur gengur með að nýta þessa flugu. Þetta svolítið krefjandi fluga í nýtingu, þannig. Og bara herðu þetta með ljósinu hérna. Og svo verður hún náttúrulega þegar það komið í vatn. Verður hún öll límt saman að blotta marabúinu og svo vængurinn á henni. Þannig að hún verður allt öðruvísi. En nú ætlum við að skella á hana plastaugum, sjá hvernig það kemur. Þannig að hér erum við komin með plastaugu og þegar ég að setja plastaugu á hérna flugur þá nota ég væsinn, snúningin á væsnum og sníi svo með hann og legg augun hérna ofan á. Getur verið dálítið vandaverk. Stillum að þau af hérna með þeim tælum, ég mér út með nálega örfína hnífi í augun til þess að stilla þeim af.
og svo þurfum við að líma hérna, sjáu þið. Þarf að koma smá límklessa til þess að augað kótist bara rétt smá smita lími, þá festist það við, sjáu þið svona. Þetta bara til þess að tylla auganu. Svo förum við með augaflími yfir þetta eftir. Þannig þetta dálítil vinna ef við ætlaði að vera að setja auga á þetta. En þið getið líka gert eitt, því sem þetta augun, það bara að hafa sem sé svona máluð á eins og Jón gerði. Það bara að dropa hvítu eða gulu og svo svartur dropuð ofan í það. Svona. Nú þurfum við að fá líma á þetta aftur. Svona. Þannig að sé svona, já, þannig að augun séu sirka jafn. En það kemur alltaf fyrir með þessi plastaugu. Flugurnar verða svona rangeðar með þetta. Og ég held, ef satt skal segja, þá eiginlega þorri ég að fullyrða það að máluð augu með augaflími yfir, góðri skila augaflími, ég held að þau endist betur heldur en þessi plastaugu. Ég fóð mér hérna plastaugu upp í Veiðivötn í sumar, þau voru ansi fljót að tínast af ef maður var í einhverjum bakka. Enda svo sem slæði þar alveg sérstaklega óvinnvætt eða já, það er ekki flugulínu og fluguvænt, þá fer með mikið af flugum og tömmum og slíku. Þá erum við komin með sem sé fyrir umfyruna augun á þetta. Við sjáum, þetta er alveg hellingsvinna. Svo kemur augaflím. Við erum með svona Fooling Mill sem er medium viscosity lím. Það kemur hérna. Smá dropa hérna ofan. Smá dropa hérna neðan. Passa að loka ekki auganu alveg. Og við notum bara nálina í þetta. Ég er ekki með tannstöngul hérna á mér rétt við hendina. En þá þarf augaflími að ná þessi og fylla alveg upp í öll göt hérna og allar rifur án þess þó að fara í augað á önglunum. Og þetta augaflím verður svona pínu klístrað þegar það er búið, en ég mæli með að lakka þá með svona Bone Cure augaflími sem ég er að nota sem er frá Solare sem er alveg frábært. Byrjum samt að ég herða þetta. Svo komum við með Bone Cure sem síðustu umferð yfir þetta. Og Bone Curein er ekkert sticky eða tacky, alls ekki. Hann er bara alveg hið fullkomna augaflími í haus. Og ég var ofta einmitt farið yfir þetta með einhverju spritti og einhverju svona til þess að lakka það er bara, það virkar fyrir það lím sem þarf þess, en Bone Cure frá Solare settu þá, það er bara þetta lausnin á þessir því vandamáli er bara Bone Cure, þá vartu laus við fullt af vandamálum. Svona. Þá er Tannan eftir Jón, vinn minn, stóru vinn minn og veiðimann og veiðifélaga, klár í allir sinni dýrð og hún lítur svona út, en þið megi eins og við segjum nota náttúrulega bara eitt lit í skottið þið viljið, það er dálítið svona frjálsar hendur með þetta. En svona til þess að reyna að líka eftir einhverju síli þá erum við með búkinn ljósari heldur en vænginn og annan hlutan af skottinu ljósari heldur en hinn hlutan sem er dekkri. En þetta er svona smá æfing að vinna með sem sé bæði mílarinn og svo að gera matúka væng. En það er eitthvað sem að kemur með æfingu og er ekkert svo flókið. En ég þakka kærlega fyrir áhorfið og viðtökurnar sem er ásanum við fengið. Þeir megi gerast áskrifendur og deila ásanni endilega. En þangað til næst þá sjáumst við þessu kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.